Grindvíkingarnir sem búsettir eru í Grindavík og þeir Grindvíkingar sem hafa nýtt sér gistiákvæði Hollvinarsamnings Þórkollu komu saman á dögunum í Bótinni sem ein af perlum Grindavíkur, nánar tiltekið við fjöruna. Grindvíkingarnir hafa haldið áramótabrennu sína þar en staðurinn líka vinsæll á meðal þeirra sem stunda brimbretti. Aðstæður voru ákjósanlegar og var mikið magn vörubretta og annars hentugs eldmatar flutt í Bótina og var fýrað upp í brennunni klukkan 20. Gítar var með í för og Grindvíkingarnir nutu útsýnis og félagsskapar hvors annars. Þau Jón Guðmundsson, Dagbjört Óskarsdóttir og Brynja Pétursson voru himinlifandi með framtækið og vilja sjá grilli fléttað inn í næsta hitting. Við endur svo innslagið á hugljúfu bítlalagi. Brynja, það hefur ekki verið spurningi um eitthvað svönu að þið ætlaði að kikki í hérna Bótina núna í kvöld? Ekki spurning. Alltaf að minna svona hlutar. Og ekki alltaf gott að koma og hitta aðra Grindvíkinga? Það er besta sem að gera. Í Grindavík? Er það ekki ennþá betra heldur en hittast í Smáranum eða? Hundarnir eru alveg aðsælir. Já, þeir eru mjög hrifnir af þessu. En er ekki mjög sérstakt að hittast bara í Grindavík? Ég veist það alltaf langbest. Já. En það er líka bara þó maður hittið á öðrum stöðum. Þetta er gott líka? Já, mjög svo. Ég er náttúrulega alltaf að hitta fólk, þannig að... Einmitt. Já, það kemur fyrir að þú hittir fólk. Já. En segðu mér Anna, hvar eru þið búin að vera? Við erum búin að vera í Vogunum með starfsmenn okkar. Já, þið eru með starfsmenn þar? Já, þannig að það var bara svona hérna hinum með við hornið. Og búið þar líka? Nei, við búum í Hafnarfirði. Já. Já, svo en hvað með þennan Hollvinarsamning? Eru þið með Hollvinarsamning? Já, við erum með Hollvinarsamning. Og hafið eitthvað verið að gista í Grindavík? Já. Og hvernig hefur farið ykkur? Það er besti staður sem maður getur sofað. Bara besti staðurinn? Það er svo rólegt og þægilegt. Og einhver hugur í ykkur að fara að snúa tilbaka alfarið eða hvernig sér það fyrir þér? Það tekur svona bara ákveðin tíma, það sem við vorum með stofuna, það erum við ekki lengur sko. Það er búið að segja okkur upp. Já. Þannig að þá þarf maður að koma sér upp, búið sér til nýja stofu. En ekki bara fínt að við mitt að vera í bara Vogunum með stofuna? Jú, bara svona miðsvæðis. Þetta er mjög betra. Já, Björn Óskarsdóttir, Grindvíkingur í Húðar, hvernig er tilfinningin að vera hérna í Bótinni og brenna? Þetta er svo mikil snilld að bara halva væri nóg. Liggu við að manni líði eins og maður sé á þjóðatíð í Eyjum. Já, það er eitthvað við eldin sem að svona er hrífandi, er það ekki? Það er eitthvað við eldin, jú. Algjörlega hrífandi og heillandi. Og alveg dúnalogn og yndislegar aðstæður hérna í Bótinni núna? Já, þetta er betur en í fyrra. Betur en í fyrra? Já, það vantar mikrofónin sem að þú varst með í fyrra. Já, þú mennar. Reynum að bæti þína. En er ekki líka annað sem að vantar, ef við ekki reyna að grilla næst? Jú! Sigurbjörn, þarna komstu með það. En segðu mér, hvernig er staðan á þér? Þú ert búin að búa hérna í Grindavík bara, síðan hvenær? Hvernig hefur þetta verið á þér? Ég hef bara verið í Grindavík eiginlega, sko, ég var hérna í Ölfusborgun til 15. apríl 2004. 24, já. Og svo þegar við erum á Rauðu og búið að vera rýming og eitthvað, þá þarf ég að fara. Ég er búin að hafa íbúðarleigu í Keflavík, þannig að þá hef ég farið þangað. En svo er ég bara alltaf komin daginn eftir. Leið og það er bara mögulegt, þá kem ég. Já, og hvernig er þín tilfinning fyrir, bara nánustu framtíð Grindavíkur? Hvað vilt þú sjá gerast og svona? Ég vil bara fá sem flesta aftur, fólki sem var hérna, ég vil fá sem flesta af þeim. Ég held að það komi, það tekur bara aðeins lengri tíma. Nema kannski þeir sem eru orðnir svolítið gamlir. Já. Og kannski treysta sér ekki alveg til að koma. Sumir vilja meina að það þurfi kannski að fara að fá svona öðruvísi tón yfirvalda. Hvað heldur þú um það? Fara að tala bæinn meir upp og bara fara hefjast bara handa við að koma bænum í fyrra horf? Það má alveg gera það má alveg tala bæinn upp og þeir sem eru að tala bæinn ekki upp, það eru þeir sem að þekkja þetta ekki, sem að bara koma hérna ekkert og þekkja ekkert hvernig bæinn er og aðstæður og annað. Nei, það hefur ekki verið nein hætta í bænum bara síðan í janúari fyrra, er það ekki bara? Jú, ég held að bara sé engin hætta. Það hefur alltaf verið einhver ákveðnar hættur, bara alltaf. Það er alltaf gjótur og eitthvað, þannig að það eru allstaðar það er allstaðar hættur og ekkert meiri Grindavík en annars staðar. En ef að ég kem þá með, við ætlum að reyna að grilla næst og ef ég kem með mikrofónin og þú heldur nú á mikrofónin núna, hvaða lag ætlar þú þá að syngja ef ég tengi mikrofón við? We are big rock singers, we got golden fingers. Ég tek það.
On the cover of the Rolling Stone. Já, Dr. Hook. Herru, þetta slegið. Hvernig líður þér að vera hérna í Grindavík og þessi svona samveru stund og brenna í bútinni og Þorbjörn í baksín og... Bara yndislegt. Algjörlega yndislegt. Þetta bara alveg nauðsynlegt að hvetja til þess að menn komi heim. Já, það ekki bara dálítið gott þegar bara Grindvíkingar koma saman í Grindavík og hittast og eiga smá stund saman. Sammála því. Alveg, jú. Og þetta verðum við að gera og dálítið meira af því. Og eitthvað segir mér að þú sem kokkur, þú hefði nú viljað að við hefðum nú verið að grilla og eitthvað líka, eða ekki? Er ekki að stefna það bara næst? Það er ágætt. Og hvað myndir þú þá grilla ef þú? Já, svona bara lamb og naut. Lamb og naut, svona bæði bara? Það voru, já. Það verður að vera að blanda. Ok. En segðu mér annað, hvar búið þið, þú og konaðinn? Nú búum við í Keflavík. Það er mjög gott að vera á góðum stað. Norðurgarði heitir gatan. Og mjög gott að vera þar. Já. En þið eru margra Grindvíkingar sem hafi gert þennan hollinasamning við Þórkötlu og hafið eitthvað verið að gista? Nei, við höfum ekki gist þetta. Ekkert mikið en það allavega? Ekki gist, nei. Nei. Bara erum oft þarna. Já, ég bý nú annað hliðinar, þannig ég hef oft séð ykkur. Já. Slágrasið á lóðinni og... Já. En núna fengum við ekki útsæði. Við erum nú kartöflukallar. Já, jú. En núna fengum við útsæði, það átti að vera einhver sýking í útsæðinu en það reyndist nú víst ekki rétt þegar upp á staði. En nú erum við engan garð. Engar. Nei. Það er sorg. Já, en ykkur líður best hérna í Grindavík. Já. Það er ekki spurning. Og hvernig svona sérðu fyrir að málmunni þróast hérna á næstunni? Ég veit ekki, maður er alveg eiginlega ekki nokkulega að gera sig grein fyrir því, sko. Þetta fer náttúrulega eftir hvað koma margir bara til Grindavíkur þegar fram í sækir, sko. Og hvort að einhvern tíma verður eitthvað svoleiðis sem heitir goslokk. Hvenær þeir geta tilkynnt það. Ert þú með áhyggjur af til dæmis einhverju næstelgosum og segja þér hugsanlega sé eitt enn á þessari sundhnúka? Já, það stoppar mann aðeins af. Já. En ekki að fara að standa í því að þurfa að rýma á eitthvað. Rýma eins og enn. Nei. En þessi varnargarðarnir, þeir náttúrulega breyta dálítið. Já. Ansi miklu bara, eða ekki? Þetta er rosalega ljótt að koma inn í bæinn með það sem var. Já, en að tvennu illu þá. Já, þá var þetta mikið betra. Já, þetta er betra. Já. Samanlega því. En þú ert allavega ánægður með svona og þú vilt að þetta verði bara gert sem fyrst og þá allar að bjóða mér upp á naut og lamb þá? Það geti vel verið. Það er ekki víst að ég grilli fyrir þig. Já. Nú maður veit það ekki. Við sjáum til. Já, við sjáum til. Takk fyrir spjallið. Já, allt í fína.